Já, komið sæl. Ég ætla þá að byrja aftur og þakka fyrir að Krabbameinsfélagið skyldi hafa frumkvæði að þessum fundi. Og það sem ég ætla að gera í dag er að fara yfir faglegar forsendur yfir þessum breytingum sem urðu á fyrirkomulagi leghálsskímana síðustu áramót. Og markmiðið er að auka skilning á því af hverju þessar breytingar voru gerðar. Þá erum við ekki að fjalla flutninginn frá Krabbameinsfélaginu, heldur fyrst og fremst að tala þetta breytta fyrirkomulag. Og eins og ég kom reyndar inn á áður en allt fór góðum með tæknina, að þá það er samhæfingarstöð krabbameinsskímana sem hefur verið falið umsjón með skipulagi bæði leghálskrabbameinsskímana og svo brjóstaskímana. Og samhæfingarstöðin sendir boð í skímanir, heldur utan sýni og tryggir það að svör fari til kvenna. Leghálssýni eru tekin á heilsugæslustöðvunum og þau eru tekin af ljósmæðrum. Rannsóknir á leghálssýnum hafa verið send út til Danmerkur eins og sjálfsagt allir vita og að sama skapi þá hefur verið ákveðið að færa þær aftur til Landspítala og það er allt saman í undirbúningi og er í góðum farvegi. Leghálsspeglanir og vefjasýnatökur voru færðar á kvenna til Landspítala en einnig eru þær framkvæmdar á sjúkrahúsinu á Akureyri og svo hjá nokkrum sérfræðingum sem að starfa sjálfstætt. Og svo er það embætti landlæknis sem gefur út verklagsreglur, birtir gæðavísa og hefur faglegt eftirlit með framkvæmdinni. Og þetta nýja fyrirkomulag það gengur út á svokallaðar prímer HPV-mælingar hjá konum sem eru eldri en 30 ára og það þýðir það að í staðinn fyrir að skoða frumusýni hjá konunum að þá er byrjað á því að mæla hvort þær séu með HPV-veiruna. Konurnar geta mætt í leghálsskoðun hjá heilsugæslunni eða hjá sínum kvensjúkdómalæknum. Og eins og ég sagði áðan þá er það ljósmæður sem að taka strókinn hjá heilsugæslunni og þetta er þannig víða land. Ég vil gjarnan vekja sérstaka athygli á því að niðurstöðurnar úr leghálsskimunum og brjóstaskimunum þær berast inn á Ísland.is og það er mín reynsla sem bara starfandi læknir að þegar maður segir Ísland.is þá heyra flestir heilsuvera. Og þetta langar mig að leggja sérstaka áherslu á að þetta er ekki heilsuvera eins og langflestar niðurstöður koma í dag, heldur Ísland.is og þangað þarf maður að skrá sig með rafrænum skilríkjum en við ætlum auðvitað með þetta eina heilsuveru og þangað stefnir það. Mér langar rétt aðeins að tæpa á hvað þarf að vera til staðar til þess að sé hægt að skíma fyrir krabbamein. Og það segir sig sjálft að krabbamein er alvarlegur sjúkdómur og það þarf að vera alvarlegur sjúkdómur til þess að sé hægt að skíma. Það eru náttúrulega aðrir sjúkdómar sem hægt er að skíma fyrir en þeir verða að vera alvarlegir. Það hefur lítinn tilgang að skíma fyrir kvefi til dæmis, þó að vera hægt. Þetta þarf að vera algengur sjúkdómur. Við kemum aðeins betur að því í sambandi við leghálskrabbameini. Það þarf að vera eitthvað stig til staðar, eitthvað ástand þar sem að hægt er að greina það áður en að sjúkdómurinn er farin að valda skaða. Og það þarf að vera til staðar greiningapróf. Og þetta próf þarf að vera nógu gott til þess að það sé hægt að treysta á það. Síðan þarf að vera hægt að meðhöndla sjúkdóminn, því að það hefur engan tilgang að skíma fyrir sjúkdóm sem er svo ekki hægt að gera neitt við. Síðan þarf alltaf að velta fyrir sér hvaða ókostir eru við að skíma. Er kannski meiri áhætta eða er ávinningurinn það lítill með við ókostina að það borgi sig að vera að skíma. Og við erum þá að velta fyrir okkur hversu mikið falsk jákvæða niðurstöður, erum við að greina fólk of mikið með sjúkdóm og meðhöndla þá á óþörfu eða er mikið falsk neikvæða niðurstöður sem að þýðir það að þá fær fólk ekki í rauninni greiningu og meðhöndlun eins og það ætti að fá. Og síðan þetta alltaf spurning kostnað vegna þess að skímanir lífgrundaðar skímanir eru skipulagðar af heilbrigðisyfirvöldum. Þetta er ekki eitthvað sem að fólk setur á fót upp á einn spýtur. Þetta þurfa að vera skilgreint prógram. Og skimun fyrir leghálskrabbameini er einfaldlega árangursríkasta skimun fyrir krabbamein sem til er.
Það á rætur sínar að rekja til herra Papa Nicolau sem var grískur læknir sem fluttist til Bandaríkjanna og hann fann hann komst að því að með því að skoða frumur úr leghálsi kvenkyns nagrísa upphaflega að þá var hægt að greina þegar það voru frumubreytingar og krabbamein og þetta var síðan þróað og við sjáum hver afraksturinn af því Reglubundin skimun fyrir leghálskrabbameini fækkar tilfellum 90% og þarna sjáum við að ég feilletrað reglubundin. Það ekki nóg að mæta einu sinni í skimun. Það reglubundin skimun sem skiptir máli. Á heimsvísu þá leghálskrabbamein fjórða algengasta krabbamein í konum en á Íslandi með skimun og forvörnum að þá það 11. algengasta krabbamein og hefur verið skimað fyrir því síðan 1964. Og við sjáum að árangurinn ótvíræður og þarna finnst mér mjög gaman að geta sýnt að árangur Íslands samanborið við þeir lönd sem við berum okkur saman við, sem eru helst Norðurlöndin, sem eru með mjög öflug og góð skimunarprógram líkt og hér, að þar við stöndum okkur næst best. Við verum að taka til því. Við stöndum okkur næst best, það aðeins í Finnlandi þar sem að nýgengi lægra. Í öllum þessum löndum nýgengi á uppleið. Það ekkert sérstakt við Ísland með það. Það alls staðar sem aðeins á uppleið. Og ef einhver spyr hvort að það tengist eitthvað nýju prógrami, þá það ekki svo vegna þess að nýgengið var hækkandi áður en það var skipt yfir í þessi prógram á hinum löndunum. Leghálssýni í dag tekin þannig að það tekið strók sem skolað í sérstökum vökva eða vökvasýni og það gerur okkur kleift að mæla bæði HPV-frumur og skoða HPV-veirurnar og skoða frumurnar. Og við erum að leita að frumubreytingum. Þetta fyrirbyggjandi skoðun. Við erum í rauninni ekki að leita að krabbameinum. Því að krabbameinin eru svo fá í þessum stóra fjölda sem verið að skoða. Og þetta geta verið undanfara krabbameina en eru það alls ekki alltaf. Og þessar frumubreytingar, þær eru yfirleitt til staðar í langan tíma áður en það verður krabbamein og það yfirleitt talað cirka 10 ár. En þrátt fyrir að við séum ekki að leita beinlínis að krabbameinum, þá finnum við það bil 70% leghálskrabbameina í skimun. Og það þýðir á Íslandi það bil 14 tilfelli af þeim 20 cirka sem greinast á hverju ári. Og þið sjáuð, þetta rosalega lítið í stóra samhenginu. Krabbameinin, þau taka mjög lítið pláss með við cirka 25.000 sýni. 25.000 skoðanir. Og nýja fyrirkomulagið, það í rauninni, það óbreytt aldursbil frá því sem var. Það byrjað að skima við 23 ára aldur og konum, það hægt að bjóða konum eftir 65 ára. En breytingin svo að það reyndar áfram sama með konu 23 til 29 ára. Þar áfram frumuskoðun eins og hefur verið og þar þá plus mínus HPV-mæling og fer eftir hvernig niðurstaðan úr strókinu En aðalbreytingin þessi að fyrir konur eldri en 30 ára að þá byrjað á því að mæla hvort að konurnar séu með HPV-veiruna en ekki byrjað á frumuskoðun eins og var áður. Og ég þarf rauninni að taka mestan part af fyrirlesturum í það að útskýra af hverju þetta svona. Og HPV stendur fyrir Human Papilloma Virus. Og það eru til eitthvað 150 til 200 típur af þessum Human Papilloma Virus og þær hafa fylgt okkur frá upphafi. Og hins vegar það svona frá miðri síðustu öld sem að menn komast að því að þær tengjast ákveðnum sjúkdómum. Þær eru flestar meinlausar okkur, 40 típur smitast við kynlíf. Og annað sem að menn tóku eftir var það að tíðni leghálskrabbameina var hærri meðal kvenna sem byrja ungar stundum kynlíf og að fleiri ekki nota. Og það kemur þá í ljós eftir af hverju það Jú, það vegna þess að þær eru þá meira útsettar fyrir smiti. Það meira líkur á því að þær fái HPV-veiruna. Og síðan þessi þekking staðfest að HPV-veiran orsök leghálskrabbameins í lok síðustu aldar. 99,7% allra leghálskrabbameina orsakast af HPV. Og það hefur verið sagt að þessi
3% sem að eftir eru, það einfaldlega vegna þess að það hefur ekki verið hægt að sýna fram á HPV þó hún hafi verið til staðar. Þannig að í rauninni teljum við að öll krabbamein í leghálsi orsakist af HPV. Síðan eru tengsl við önnur krabbamein, þau eru ekki eins sterk, en það eru leggöng, ytri kynfæri, endaþarmur, getnaðarlimur, munnhol, háls og vélinda, svo ekki sem nefnt. Og þið takið eftir þetta allt saman þar sem að slímhúðir eru. Það eru það bil 15 tegundir hááhættu HPV sem að geta valdið í leghálskrabbameini. Og takið eftir þau gera það sjaldnast. Þau geta gert það, en þau gera það sjaldnast. Við kemum betur inn á það hvernig þetta hangir saman. Þarna eru þessar feitleitruðu týpur. Það eru þær sem eru skæðastar. Það eru líklegastar til þess að valda krabbameini. HPV 16 og 18 eru algengastar. Það eru einu sem er bólusett fyrir hér á Íslandi til dæmis. Þær eru saman ábyrgar fyrir 33% smita, 66% deilist á, eða 67% deilist á allar hinna týpunar. En þessar tvær valda 75% leghálskrabbameina. Og síðan tel ég þarna upp nokkrar viðbót sem að valda saman það bil 90% leghálskrabbameina og hægt er að bólusetja fyrir, þó svo að við séum ekki með það í almenna bólusetningarprógramminu ennþá. En það eru sem sagt það bil 80% fullorðinna sem smitast af HPV einhvern tíma á ævinni. Langalgengast þegar við upphaf þegar fólk er að byrja að stunda kynlíf á fyrstu árum þess, undir 30 ára. Og þetta er langalgengast í kynsjúkdómur. Ég set það hérna gæsalappa því að ég kýs ekki að líta á þetta sem kynsjúkdóm líkt og aðra kynsjúkdóma. Það þarf ekki endilega að stunda samfæri, það er nóg að stunda bara kynlíf í einhverju mynd til þess að fá smitt. Og þannig veitir smokkurinn takmarka af það. Þetta er einfaldlega bara eitthvað sem fylgir okkur og við komumst ekki hjá því. Og þetta virkar ekki ónæmiskerfið nema takmarkað, þannig getur veiran verið mallandi í okkur árum saman. En 90% losna við smitt innan 2 ára og þegar að smittið er viðvarandi yfir 2 ár, þá getur það valdið frumubreytingum. Og við myndum ekki mótefni nema mjög takmarkað. Aðeins bara til þess að útskýra að sem sagt, á leghálsinum er svæði sem er sýnt. Sést þetta ekki hérna? Nei. Við? Jú. Svo kallar transformation zone. Þetta svæði er það sem að mætast þær tegundir af þekjufrumum. Það eru kirtilþekja og flöguþekja og þarna verður ákveðin umbreyting í frumunum sem gerir það sérstaklega viðkvæmar fyrir HPV smitinu. Og þetta er sérstakt við þetta líffæri sem er ekki annar staðar í líkamanum og þess vegna er svona sterk tenging milli HPV og leghálskrabbameins. Og aðrir áhættu þættir, það eru reykingar, hvers konar ónæmisbæling, til dæmis HPV-smittar konur, reyndar má segja að það sé ekki tilfelli í dag vegna þess að meðferðin orðin það góð, þetta er eiginlega horfið við HPV og svo aðrir kynsjúkdómar. Og þessi þættir eru sem taldir auðvelda HPV að viðhalda sinni sýkingu. Og þarna er neðst feitletraður punktur, leghálskrabbamein er ekki arfgengur sjúkdómur. Þetta er smitsjúkdómur. Mjög gott að hafa það á bakvið. Og svo notum við þessa þekkingu á sambandinu milli HPV og leghálskrabbameins til þess að auka öryggi skímananna. Við erum einfaldlega að fara úr góðu kerfi í ennþá betra kerfi. Það er betra næmi, sem sagt við greinum fleiri með frumubreytingar með því að mæla fyrst HPV í þessum aldurshópi. Þarna sjáum við 90–95% næmi á meðan að einstök frumugreining nemur bara 73% af hágráðubreytingu, vel að merkja. Þannig að þetta nýju fyrirkomulag, það finnur fleiri tilfelli slæmara frumubreytinga en áður. Leið, þá gerir þetta líka kleift að lengja bilið á milli skimina úr 3 árum í 5 ár. Það vegna þess að ef við vitum að konan er neikvæð, þá vitum við að það tekur, segjum að hún jafnvel smitist daginn eftir að snýrinn er tekið. Þá vitum við að það tekur mörg ár þangað til að frumubreytingar myndast og ennþá mörg ár þangað til að krabbamein myndast. Þannig að með því að skima eftir 5 ár,
þá erum við í rauninni með mjög stuttan tíma til þess að ná frumbreytingunum ef þær hafa myndast í millitíðinni. Ef við notum ekki prímer HPV greiningu, þar að segja, ef við notum frumugreininguna prímert, þá vitum við ekki á þeim tímapunkti hvort að konan sé HPV jákvæð eða neikvæð. Við vitum að frumurnar eru eðlilegar, það er gott að blessa, þá er það í lagi, en af því að hún gæti verið smituð af HPV, þá viljum við skima frekar til 3 ár. Vegna þess að þá teljum við að ef eðlilega frumur eru til staðar, að þá eru 3 ár nógu stuttur tími til þess að vera búin að ná eða koma frumubreytingar í millitíðinni. Og þessar prímer HPV-mælingar, þær hafa verið að ryðja sér til rúms víða. Ástralíu voru fyrstir 2017 og síðan hafa öll Norðurlöndin verið að taka þetta upp og eru að innleiða þetta, sums staðar alveg, en á flestum Norðurlöndunum er þetta svona að koma inn og víðar, það er fleiri lönd þarna. Þar sem að algengi HPV er hátt hjá konum undir 30 ára, þá er áfram mælt með því að gera bara beinfrumugreiningu. Þá er hreinlega bara gengið út frá því að konurnar séu smitaðar og það getur verið að eyða púðri að mæla þær. En þörfin fyrir frumugreiningu, að því að við mælum bara HPV, þá mun hún minnka verulega. Þannig að við förum úr það bil 25.000 sýnum á ári niður í 8.000 sýna á ári með tíð og tíma. Það tekur auðvitað einhver smá tíma að fara á milli kerfa. Og rannsóknir hafa sýnt að tíðari skimun leiðir ekki til lækkunar nýgengis og dánartíðni. Og það eru til lönd þar sem er hvatt til þess að konur komi árlega í skimun. Þessi lönd, þau standa okkur að baki í rauninni í árangri á bæði nýgengi og dánartíðni. Þannig að í mjög einfölduðu og stuttu máli, því að þessi glæra hún er mjög niður soðin, að sem sagt, ef að konur á aldursbilinu 23 til 29 ára er með jákvæða frumugreiningu og það eru vægar vísbendingar, því að frumugreining er ekki bara já eða nei, hún er allt frá því að vera næstum því ekki neitt, yfir því að vera mjög afgerandi vísbendingar. En alltaf bara vísbendingar vegna þess að við getum aldrei gengið út frá því endanlegri greiningu með frumugreiningunni. Ef það eru vægar vísbendingar, þá er einfaldlega bara eftirlit eftir 6 mánuði og nýtt strók og þá metið út frá þeirri niðurstöðu hvert framhaldið verður. Ef það eru afgerandi vísbendingar, þá þurfum við að vísa konunni í legurspeglun og vefjasýnatöku, vegna þess að vefjasýnatakan er það sem að ákvarðar hvort það séu raunverulega frumbreytingar til staðar eða ekki. Ef við erum með konur 30 ára eldri og þær eru með HPV jákvæðar, þá skoðum við frumurnar. Og ef það eru vægar vísbendingar, og þá skiptum við þessum HPV-típum niður. Þið sáðu ég áðan, ég feillitraði nokkura típur og svo eru aðrar venjulegar. Og þessar feillitruð, við köllum þær aðeins verri. Þær eru líklegri til þess að valda raunverulega frumubreytingum og krabbameini. Þá viljum við gjarnan spegla konurnar sem eru með það. Þær sem eru með hinar típurnar sem eru ekki alveg einslæmar, en geta nú samt valdið frumubreytingum og krabbameini, að þá er eftirlit með þeim eftir 12 mánuði. Og eðli málsins samkvæmt, ef það eru mjög skýrar vísbendingar í frumugreiningunni, að þá gerum við legurspeglun og vefjasýnatöku. Ef að sýnin eru ófullnægjandi, þá eru þau endurtekin eftir 3 mánuði. Nú síðan í framhaldinu, þegar það gerð vefjasýnataka, ef það er ekki sýnt fram að frumubreitingar eða þær eru aðeins vægar, þá er nóg konan komið aftur í skoðun eftir 6, 12 eða 24 mánuði og það fer eftir niðurstöðu upphaflegu frumugreiningarinnar og líka hvort að konan hafi til dæmis farið í keiluskurð, að vita hún hafi verið með slæma frumubreitingar og svo framvegis. En ef það eru slæma frumubreitingar, þá er konunum ráðlegt að fara í keiluskurð. Og þá ráðleggjum við líka í dag að konurnar fái bólusetningu. Þá erum við með, teljum við sem sagt að þessi ferskt svæði sem er ekki orðið smitað þegar búið er að fjarlægja smitaða svæðið og við getum varið það svæði fyrir nýrri smitum. Og síðan er eftirlit eftir keiluskurð og vegna þess að það er þetta nána samband á milli HPV og frumubreitingana,
ef það eru eðlilega frumur og neikvætt HPV, þá þarf ekki þetta þétta eftirlit sem að var alltaf áður fyrr eftir keiluskurð. Þetta sem undirstrikar bara þetta samband. Og eins og ég sagði áðan, frumubreytingar eru eingöngu staðfestar í vefjasýni. Það er ekki hægt að segja af eða á að hvort maður sé með frumubreytingar út frá strókinu. Það eru vísbendingar og grunur. Vægar vísbendingar, þær ganga lang oftast í baka sjálfu sér og aðeins 1% þeirra verða krabbameini og ég undirstrika ef ekkert er aðhafst. Þannig að ef að konan fylgir eftirliti og með þessar verri slæmar frumubreytingar til dæmis, ef að konan fylgir ráðleggingum, þá eru líkurnar á því eitthvað gerist, þær eru hverfandi. Þó það sé ekki alveg 0. Og svo smá samantekt. HPV-smit er nauðsynlegt til að frumubreytingar myndist í leghálsi og smit á sér stað það bil 10 árum áður en krabbamein myndast. Tíðni HPV-smits hjá konum undir 30 ára er það hátt að við förum bara beint yfir í frumugreiningu. Hjá eldri konum en þá gerum við HPV-mælinguna af því að smitið er svo sjaldgæft hjá þeim. Nú síðan er konur sem eru eldri en 60 ára, þar eru HPV-smit afar sjaldgæf og ef að kona er neikvæð á þeim aldri, þá eru hverfandi líkur á því að hún geti myndað leghálskrabbamein eftir þennan aldur. Takk fyrir. Hvað spurningar? Ég vil bara koma með eina spurningu. Takk fyrir gott yfirlit. Mjög gott að rifja upp og sjá þetta svona í samhengi. Þú talar að konur séu hvattar til að fara í HPV-bólusetningu eftir keiluskurð. Já. Er það alveg óháð aldri? Það er óháð aldri, já. Eins og ég var að útskýra að því að það er vegna þess að þegar að keiluskurðurinn er gerður, að þá erum við með sár sem að eru ekki smitað. Af því að HPV smitar bara yfirborðið og þegar við erum með ósmitað svæði, þá ráðleggjum við bólusetningu og ég tók það ekki fram áðan, en bólusetningin þarf að fara fram innan 5 daga frá keiluskurðinum. Og þá teljum við að við getum varið þetta svæði þar sem að þessar 2 frumutegundir mætast, kirtilþekjan og flugurþekjan, og þá á konan að vera betur varin. Og konan borgar þessa bólusetningu? Hún verður að gera það, já, og hún er dýr. Já. Þetta eru 2 bólusetningar, voru alltaf 3 ár. Já, sko, það er svolítið misjafnt. Ég ráðlegg ennþá 3 ár. Já. Já. Og hvað kostar hún? Þú segir hún svo dýr. Já, hún kostar í kringum 25.000 skammtur. 3 svoleiðis? Já, 3 svoleiðis. Jafnvel aðeins meira. Heildarkostnaður sé 83.000. Það er alveg ágætis útlát. Ágúst, maður spyrja, þessi bólusetning, er þetta nýtt að það sé mælt með þessu? Þetta er tiltölulega nýtt, já, en þetta hins vegar, ég hef ráðlagt þetta í síðastliðin svona 2 ár, eitthvað svoleiðis. Og það er eðlilegt að hugsa þetta sem, hvað við segja, loka hnykkinn þá á því sem verið er að gera? Sko, ég held að við myndum ekki kalla þetta lokahnykk því að við myndum náttúrulega áfram hafa konurnar í eftirliti og fylgjast með, skilur. Þannig að þetta myndi ekki útiloka eftirlitið, en ef að vel gengur og konan er HPV neikvæð, þá náttúrulega, eins og ég kom inn á áðan, þá er eftirlitinu lokið fyrr heldur en ella. Já, ég ætlaði bara, ég er ekki með neitt fyrirlestur. Fylgir því það aðeins að fá að skipta um mynd. Já, Ég ætla nú bara, ef það væri eitthvað sérstakar spurningar, ég vissi að Ágúst myndi kynna þetta og gera það vel, eins og við varum búast. En það er bara, ef það væri eitthvað sérstakar spurningar, annars bara læti ég hann orðið, en bara, fyrst ég náði að koma á mikrofónu, bara þakka Krabbameinsfélaginu fyrir að standa fyrir þessu fundi. Þetta sé mjög mikilvægt að þetta samtali eigi sér stað og kynningin og bara til upplýsingar þetta er mikið forgangsatriði hjá okkur núna að vinna að svona betri kynningamálum. Það er mjög mikið inn á heimasíðu heilsugæslunnar að það er
leghálsskímari, en það er líka rosalega mikið af öðru efni því við höfum verið með annað smá verkefni í vetur. Þannig að þetta er kannski dálítið tínt og það er klárlega það sem að við Ágúst ætlum að fara í núna að uppfæra og þannig að konur og allir geti gengið að góðum og aðgengilegum upplýsingum. En annars bara svöruðu spurningum og þá náttúrulega fyrst og fremst Ágúst. Ég vil mæla með að þið farið inn á heimasíðu Samhæfingarstöðvarinnar því að þar hefur verið gefið út fréttabréf reglulega og ég hef einmitt skoðað bara í síðustu viku að það kom fréttabréf núna bara 2. september þannig að það sem verið að bara segja frá gangi mála og það er mjög gott að hafa það svona upp á borðinu og það sem hefur verið mikið óöryggi í gangi en bara mjög þakklátt fyrir þessi fréttabréf sem að fylgjast þetta reglulega. Við höfum reynt að uppfræða og svona hvernig staðan er hverju sinni en þannig að það er bara mikilvægur punktur að það má alltaf gera betur og bara eins og við höfum líka svona séð að það er svo mikilvægt að segja hlutina á mismunandi vegu þess vegna svona fundur svo mikilvægt sem býður upp aðra nálgun sko þannig að það þarf alltaf að nálgast fólk á mismunandi vegu. Þessi persónulegu boðunarbréf þau ákveðan send? Já, það eru send persónuleg boð, já. En þau fara að verða meira rafræn sko, þannig að við erum enn í sniglapóstunum. Það þarf alveg að breyta á þessar. Við munum gera allt hvað við getum til að nálgast konur á þann hátt sem að þær þurfa. Fleiri spurningar, þetta er náttúrulega, kannski getur þetta allir frumskógur þó Ágúst hefur sagt mjög skýrt og skilmerkilega frá þessu, þá er þetta svona kannski fyrir þá sem ekki þekkir til að þá er þetta dálítið frumskóg með þessa HPV og þessa breytingu á boðunum og lengja tíman og þetta var náttúrulega byrjað hjá Krabbameinsfélaginu að breyta tímanum og maður var við strax þar að það allir svona dálítið menn vissi ekki alveg, skildi ekki alveg forsendurnar því það er svo mikilvægt að við af hverju verið að breyta þannig að það er svona spurningu hvort að það hafi skilað sér, hvort það sé einhver spurningar til Ágústs það fyrirkomulega að nú sé stundum mælt HPV og stundum ekki og sumar kallaðar oftar og sumar ekki og þannig. Þá spyr ég einu, nú er til eitthvað sem heitir skimunarráðið sem eru með sérfræðinga í svona málum. Er þetta fyrirkomulag bara byggt á þeirra ráðleggingum? Já, má ég segja það. Ágúst, þetta byrjaði að kannski að endurfæra spurninguna. Já, það er spurt hvort að þetta nýju fyrirkomulag sé byggt á ráðleggingum skimunarráðs. Og það er það er að segja að skimunarráð hafði sér til fulltingis fagráð leghálsskimanir, brjóstaskimanir og ristilskimanir og fagráð leghálsskimanir lagði þetta til að þessi breyting er í gerð. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við höfðum líka verið meðvituð þegar Krabbameinsfélagið var með þetta verkefni að þá var þetta líka eitthvað sem var í skoðun á þeim tíma. Allar þessar breytingar eru byggðar á vinnu skimunarráðs sem var stofnað við landlæknis og vinnu fyrir 4-5 mánuðum síðan sko. Þannig að þetta er bara svona búið að vera hægt og síðandi. Og þetta byggir á norrænni sem þetta ferli sem er hér sem búið ákveð að taka það upp og þetta byggir meðal annars á dönskum þannig að við erum bara að fylgja Norðurlöndunum í þessu í hvernig ferlið er hjá okkur. Og þetta skimunarráð, það var í rauninni bara ráðið í afmarkaðan tíma. Það byrjaði 2018 og lauk með skýrslu 2020, þannig að það er ekkert skimunarráð í gangi í dag. Þetta var þetta bara ákveðið verkefni sem fengi hendunar í ákveðin tíma. Og skimunarráð var samsett af fagfólki úr mjög mismunandi fagstéttum. Það voru bæði faraldursfræðingar og læknar og manni ekki hvort það var eitthvað héðan. Já, þannig að þetta var svona mjög breitt ráð sem hóf störf í ársbyrjun 2018, skilaði af sér 2019 og þá tók við framkvæmdaráð
sem var svona nánar útfærsla á þessu, en þetta byggir allt á þessari stóru miklu faglegu vinnu. Já. Að spyrja aðeins frá bólusetningarnar sem snúa að stúlkum. Er eitthvað verið að ræða breytingar á tegund, hvort það sé Gardasil eða Cervarix, og bæði varðandi aldur, varðandi kyn eða strákana og hvaða efni nota gagnvart konur sem að mælast með HPV. Og það spurt sem sagt hvort að það sé eitthvað í skoðun samband við bólusetningar með HPV. Það er sem sagt, það er til það bóluefni sem er notað og 12 ára stúlkur eru bólusettir með, það heitir Cervarix og bólusettur fyrir þessum 2 verstu típum af HPV, en það er á markaði það sem við kallum nýgilt bóluefni frá Gardasil. Það bólusettur fyrir 2 típum sem að valda kynfæravörtum, en síðan eru 7 áhættu HPV veirur þar, og bólusetning fyrir þeim mundi fækka leghálskrabbameini 90% á meðan að hitt bóluefnið það fækkar 75%. En sko okkur skilst að það sé að það fari bráðum af stað útboð, en hvernig það endar, Þetta er ekki okkar forræði, þetta er sóttvarnalæknir og landlæknir sem er með allar bólusetningar, en hann alltaf sjálfsögðu leita ráða hjá kunnáttu fólki þetta, og sé að þetta var bara stórt útboð sem var gert þarna fyrir þessum árum. Man ekki hvort það verið einu sinna tvisvar. Já, það var byrjað 2011 að bólusetja 2 árganga. Já, og síðan er búið að víkka það út, en ég veit alveg að sóttvarnalæknir hefur áhuga að útvíkka þetta og svona, en þetta er ekki okkar forræði. Þetta er náttúrulega bara hluti af forvörð gegn Alveg klárlega. þessari krabbameins. En þetta með kynin, hefur eitthvað verið umræða strákana? Það hefur líka verið umræða það, en það er engin ákvörðun tekin. Það er bara, þetta er sóttvarnalæknir sem er með þetta á sínu borði. Við vitum að það er í einhverjum löndum þar sem það er farið að bjóða strákum upp á þessar bólusetningar, og eins og ég sýndi áðan, það eru tengsl við krabbamein sem eru sameiginleg með bæði körlum og konum, svoleiðis að það út af fyrir sig gæti gefið tilefni til að bólusetja stráka, en á móti kemur að ef við bólusetjum 90% stúlkna eins og við erum að gera á Íslandi er þekjunin mjög góð, að þá er líklegt að þessar HPV-tegundir muni útrýmast. Þannig að þá þarf maður að vega og meta hvort að þjóni tilgangi að bólusetja þá líka, því að ef að þessar veirur, ef þeim eru útrýmt, þá smitast ekki strákarnir að þeim. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að þarf bara að vega og meta. Ein spurning svona af praktíska tagi, að þarna áramótin að þá náttúrulega var gerð svo grundvallarbreyting sem að Krabbameinsfélagið hafði lagt mikla áherslu á í langan tíma, að leghálsskimunin var nánast gjaldfrjáls fyrir konur. Við vorum búin að gera tilraunaverkefni með þetta í 2 ár, þar sem við sáum að það var stór hluti þeirra sem tók þátt sem segist ekki hefði komið nema af því að það var frí. Eru þið farin að sjá aukningu á mætingu kvenna í kjölfar þessa? Hún er ekki alveg frí á heilsugæslustöðvunum, en það er 500 kr. gjald. Við erum bara náðan ekki að taka saman tölur, en það er mjög góð mæting. Það er bara, þegar við skoðum það er bara mjög góð mæting í leghálsskimanir, bæði á heilsugæslustöðvunum og svo náttúrulega eru kvensjúkdómalæknar enn mikið að sinna þessu, sem er náttúrulega sjálfsögðu algjörlega bara hið besta mál, en þar er náttúrulega herra gjald, og það er eðlilegt kannski að það er ekki svona rútínu skimi, þá kannski færðu frekar þangað úr með einhverju spurningar eða eitthvað, þarftu einhver ráð eða eitthvað meira. En það er allavega mjög góð mæting, og við eigum bara því miður eftir að taka saman þessu tölur, en það er ekki lausir tímar. En auðvitað skiptir, þannig að eina ástæðan fyrir því að það var farið út í þessar breytingar, þú veist mikið ræðið, það er náttúrulega að færa þetta nær og lækka gjaldið, því vorum þetta gjaldfrjálst, og þetta er lítill kostnaður heilsugæslustöðvunum.
Þannig að það er svona, vildu ná, eða skimunar að vildi ná konum öðruvísi. Þannig að við bara, og svo ef við bara eftir að lesa í niðurstöðunar og ef við sjáum að við þurfum að, ef skóinn kreppir að, ég veit allavega að það er fullu vilji hjá okkur að gera þetta vel, alveg eins og var náttúrulega áratugi hjá Krabbameinsfélaginu, það er bara mikill metnaður og mikið frumkvöðla starf sem þið unnið og bara á að þakka. Og nú bara var tekin ákvörðun að breyta þessu en það er fullu vilji að gera þetta vel. Má ég koma með einu spurningu í sambandi við bólusetningarnar hjá þeim konum sem fara í klínískurð. Af því þetta hljómar eins og skynsamleg viðbót og sem svona enn einn öryggisventil sem að hlýtur að skipta miklu máli. Munu þið beita ykkur fyrir því að hún verði frí, að hún verði ókeypis fyrir þessar konur sem þurfa, því þetta eru þær stórar upphæðir að maður getur vel ímynda sér að þarna geti orðið töluverður ójöfnuður milli kvenna, varðandi þær sem að geta leyft sér þetta og hinna sem ekki geta. Ég þarf bara, ég tek alveg undir orðið hvað þetta er mikilvægt og maður þarf bara aðeins að skoða því að það náttúrulega hvort þetta sé inn í bara lyfjagreiðslukerfinu, þetta sé hluti af heildarlyfjakostnaði og þá strax erum við náttúrulega farin að tala um allt aðra upphæð. Og þannig ég held að bara koma þessu lyfi eins og öðrum lyfjum þar inn, ef það ekki er það þar þegar, ég bara get ekki alveg svara fyrir það. Það er það reyndar ekki, þannig að þetta er mjög ábyrgð. Já, þetta er þá bara tökum við það, ég var bara ekki alveg með þá hreinu, en bara svo ákvörðun að þetta væri bara hluti af venjulegu. Þú fengið þetta niðurgreitt eins og önnur lyf sem þú fara á þessa lækni, að það strax myndi setja þetta í annan flokk. Þannig að þetta er bara góð ábyrging sem við vorum ekki búin að hugsa. Þá væntanlega þyrfti að sækja sko lyfjaskírteini bara svona til að útskýra tæknihliðina á því að þetta sé ákveðna forsendur fyrir þessari lyfjagjöf eins og læknar eru að gera alltaf mörg lyf. Já. Góðan daginn. Ég heiti Hulda og starfa hjá Krafti. Ég er með fyrirspurn varðandi eiginlega út frá persónulegri reynslu út af því að ég sem sagt greinist með frumumbreytingar fyrir mína síðustu skimun hjá Krabbameinsfélaginu og greinist með frumumbreytingar og hefði átt að síðan að fá og fekk að vita það frá Krabbameinsfélaginu að ég ætti að vera búið að bóka tíma til 6 mánuði og fá áminningu hjá Krabbameinsfélaginu. Ég beið og fekk ekki þessa áminningu og hafði áhyggjur af því að það væri kerfislegt vandamál það að konur sem ættu réttilega að koma í endurkomu innan einhvers tíma væri ekki að fá áminningu að bóka tíma. Og þetta var í febrúar-mars og talaði við heilsugæsluna og hún sagði þú verður bara að bóka tíma. Og ég hef ekki áhyggjur af því, ég hef áhyggjur af því að þetta kerfis ekki að virka sem skyldi. Og sendi fyrirspurning bæði á landlækni sem er að sjá skrána og fékk rauninni bara þau svör að það væri verið að vinna í því að koma skráni í það samt lag til þess að boðinu sé í lagi og hef sér ekkert heilt meira af þeim málum og kannski svona mín fyrirspurn snýra því hvort að hvar þau mál standi og hvort að konur í dag séu að fá boðun á réttum tíma í skimun. Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég veit ekki betur en að þetta sé í góðum farvegi. Ég hef ekki heyrt að það væri neinir hnökrar á þessu atriði og ég veit að konur, þær eru duglegar að láta okkur vita. Ég hef skeið ráðlaði ég konum að punkta hjá sér svona atriði af því ég var ekki viss hvernig, af því að ég vissi að það væri hnökrar á yfirfærslum og svoleiðis, en ég held að þetta sé í farvegi í dag. Ég veit ekki betur. Og konur séu þá að fá áminningu að bóka tíma innan rétts tímaramma. Já. En ef svo er ekki, hvert á að beina slíkum ábendingum? Til okkar á samhæfingarstöðu. Það bara samhæfingarstöð af heilsugæslan? Já. Krabbameinsskimun.
krabbameinsskimun. já. með skimun. Heilsugæslan.is. Ein spurning í viðbót, eða hvað? Er það ekki fyrsta, annað og þriðja? Ha. Svo er ekki. Ég þrátt fyrir þessi tæknilegu vandamál, þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég er sannfærð um það að við erum betur sett með erindi þitt, Ágúst, á upptöku sem að vonandi nýtist mörgum. Og ég held að við hjá félaginu getum pikkað út úr því ákveðin atriði og kannski komið upp í svona, einhvern einfaldan lista sem við munum bera undir ykkur áður en við kannski fáum að henda því á síðuna hjá okkur. En þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli að konur bara viti hvernig þetta er. Það mun byggja upp traustið og öryggið til framtíðar. Ég er alveg sannfærð um það. Við erum sammála í því. Við sammælumst það að reyna að koma því í gegn að bólusetningin fyrir konurnar eftir keiluskurðin, að hún verði þannig verði að hún verði viðráðanleg fyrir alla. Við veitum það að jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu skiptir miklu máli og þetta skref með að það kosti 500 krónur að fara í skimunina, það er þetta stórt skref. Heyriði, takk fyrir kærlega, takk fyrir komuna þeir sem eru hér og þeir sem að horfa á upptökuna síðar. Maður getur varla hvatt þá sem eru í beinu streymi eða þeir eru í hljóð. En það verður næst. Við getum veifað þeim. Við getum veifað, það verður sætt. Heyriði, hjartans takk fyrir komuna og náttúrulega sérstaklega til ykkar. Takk fyrir.